Við erum sem sagt leikskólinn Hálsaskógur og hann er staðsettur í Seljakverfi, í Breiðholti og í Reykjavík. Þannig að þar eru við í mjög grónu og flottu umhverfi og við erum við erum sem sagt grænfánaskóli og víst fyrsti skólinn í Reykjavík sem var grænfána leikskóli og erum að sækja núna í vor grænfánan í 8. sinn. Sem sagt grænfána starfið hófst árið 2004 og fyrsti grænfáninn var afhentur við hátíðlega athöfn 2. maí 2005. Þannig að það er hægt að segja að við séum með sterkar hefðir í þessu starfi, mjög sterkar hefðir í flokkun og moltugerð og útinámi aðallega. Og svo höfum við unnið að hinum ýmsu þemum í gegnum skóla og grænni grein, en þemað okkar núna, sem sagt frá árinu 2019 og núna fram á vor, eru áttagar og landslag. Og þegar við byrjum þessa vegferð og erum að lesa markmiðin og hvað þetta þema felur í sér, að þá rákumst við á þessar 3 setningar. Efla umhverfis- og samfélagsvitund og lýðræðisleg vinnubrögð. Undirbúa nemendur í þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi og að nemendur læra að mynda sér skoðun. Þannig að þetta snýst aðeins meira en það að fara í gönguferðir í hverfinu, kynnast því sem er í kringum okkur, heldur líka hvernig við gerum hlutina. Út frá þessu og þá komumst við að því að þetta kemur auðvitað úr öllum áttum, þessi umræðu lýðræðið. Og þeir sem hafa kannski tekið þátt í innra mati á leikskólastarfi, þeir sjá það að þetta kemur rosalega sterkt inn þar, að börnin eiga að hafa mikið námið sitt að segja. Við í okkar skóla erum auðvitað að vinna í þessu á grænni grein. Við erum að vinna eftir barnasáttmálanum og erum búin að sækja að verða réttindaskóli UNICEF, sem er einhver 3 ára prósess. Og svo er þarna mynd af aðalnámskránni, sem sagt undir þáttunum lýðræði og mannréttindi. Og þessi bók þarna sterk saman, hún vísar í uppeldisaðferðina sem við erum að vinna eftir, uppeldi til ábyrgðar. Og hún er mjög lýðræðisleg líka. Þannig að út frá þessum öllum pælingum, að þá fórum við aðeins að hugsa bara hvað við erum að gera og hvað er hægt að bæta í. Við byrjum að nýta okkur umhverfismat barna sem er inn á grænfánasíðunni hjá Landvernd. Frábært tæki til þess að koma sér af stað inn í þemað. Þannig að ég mæli alveg eindregið með því. Allar deildir sem sagt fóru með þessa umræðu inn til barnanna, alveg frá 1 árs og upp til 6 ára og við lögum áherslu á það að það yrði skapaðar umræður með börnunum. Síðan var komið að því skrefi að 3 að gera áætlun og aðgerðir, sem sagt áætlun aðgerðir og markmið. Og þá var alveg ljóst fyrir að eitt markmið hlyti að vera að efla lýðræði barna enn frekar. Hvernig svo sem við munum gera það. Við ræddum þetta auðvitað við allan starfshópinn, við í umhverfisnefndinni skoðuðum þetta og það var rætt við börnin. Og það sem að kynningin okkar snýst í rauninni pínulítið er það sem við komumst að. Það sem við vorum að gera fyrir og hefur verið löng hefð fyrir og byrjaði í raun og veru með grænfánastarfinu er að börnin taka þátt í gerð matseðla með því að velja 3 rétti mánaðarlega sem fara á matseðil. Og það er mikil ánægja með þetta. Og þetta gefur mikil tækifæri til umræðna við börn. Af hverju getum við ekki haft pizza á hverjum degi eða hakk og spagetti alltaf eins og þeir segja mörg. Þannig að þarna erum við að kenna þeim að ræða hlutina. Annað sem hefur komið
nýlega inn deildarsáttmáli í anda uppeldi til ábyrgðar. Við byrjuðum á að innleiða uppeldi til ábyrgðar 2016, þannig að það ekkert mjög langt síðan. Þannig að þetta nokkuð nýtt hjá okkur en samt orðið alveg fastmótað á haustin. Og deildarsáttmálar allra deilda eru tilbúnir á degi mannréttinda barna 20. nóvember og við notum svona ákveðnar aðferðir til þess að búa til þennan sáttmála með öllum börnunum á deildinni og þeir eru mjög lýðræðislega unnir. Og börnin skrifa undir með einhvern hátt, þarna þessi appelsínuguli sjáið þið, þetta á yngri deildum, þá sett fingrafarið þeirra og þegar við minnum á eitthvað, þurfum að minna á eitthvað, að þá erum við að minna á það sem við ákváðum í sameiningu. Þannig að þetta hefur tekist alveg óvenju vel. Önnur aðferð sem við höfum kynnt okkur og nýtt okkur núna undanfarið demantaaðferð. Það heitir Diamond Ranking á ensku og það bara í raun og veru hægt að googla það, kemur fullt hvernig þetta nýtt bæði með fullorðnum og börnum. Þegar við nýtum þetta með börnum að þá vinnum við þetta sjónrænt með myndir og þetta skapar umræðugrundvöll sem sagt málefni sem að kemur börnunum við. Þannig að við kannski ákveðum að við ætlum að endurmeta einhver rými á deildinni eða dótið, leiktækin út í garði og þá bara hreinlega tökum við myndir af þessum af því sem við ætlum að meta og börnin hjálpa okkur síðan að raða upp hvað skemmtilegt og hvað gengur vel og hvað erfitt eða leiðinlegt og það fer þá neðst í demantin. Og næsta glæra sýnir hvernig þetta sem sagt raðast upp. Og við notum sem sagt þá 3 til 9 myndir, allt eftir aldri barnanna. Eigum samtal og röðum myndunum upp í sameiningu og í þessari vinnu rosalega mikilvægt að taka skráningu það sem að börnin segja. Eitt gott dæmi stóra breytingu sem varð hjá okkur í kjölfarið af svona demant var að sem sagt, eftir sumarhátíð leikskólana í Seljáhverfi, það eru 4 leikskólar í Seljáhverfi og við höfum alltaf haldið sameiginlega sumarhátíð 16. júní. Eftir þessa hátíð þá settust við niður með börnunum og ræddum hvernig þetta gekk og hvað var sem sagt skemmtilegt og gekk vel og hvað var bara leiðilegt og gekk illa. Og þá bentu börnun okkur á hlut sem við fullorðna fólki höfum bara ekki tekið eftir. Við komumst semst að því að börnunum fannst mjög leiðilegt að syngja fyrir íbúa Seljahlíðar sem dvalarheimili aldraðra. Einfaldlega vegna þess að þau sá ekki neitt og heyrðu ekki neitt. Og einn strákurinn sagði það bara of mikið af fólki. Þannig að á næsta fund með leikskólanum í hverfinu, þá tókum við með okkur þennan demant og sýndum leikskólastjórum í hverfinu. Og við bara komumst að því að þetta auðvitað gengur ekki, að börnin standi bara þarna í kraðaki og sjá ekki neitt og heyri ekki neitt. Þannig að við breyttum bara skipulaginu á allri hátíðinni. Núna förum við sem sagt 3. hvert ár, okkar leikskóli, á móti hinum og þá fá þetta öll börnin að njóta sín. Sjá heimilisfólkið í Seljahlíð og ná aðeins betri tengingu þarna við. Ég bað núna fyrir þessa kynningu einhverja demanta frá deildunum sem eru svona nýlegir og það mikill metnaður í starfsfólkinu að gera demanta og ég fekk þennan demant sendan frá einni deildinni. Þetta sem sagt COVID-demantur og ég ætla bara að lesa það sem stóð með þessum demanti. Þetta
í rauninni leið til þess að fá þau til þess að tala tilfinningar sínar og gekk rosalega vel. Þegar ástandi gerði okkur kleift að opna leikskólann aftur, ræddum við börnin hugsanir þeirra COVID-19. Við röðuðum svo hugmyndunum upp í röð frá því sem að þeim fannst skemmtilegast og að því leiðilegasta. Börnin teiknuðu myndir fyrir hvert atriði sem við minntust á meðan COVID-19 ástandinu stóð. Börnin lituðu tilfinningar sínar. Allt verkefni gekk vel. Við erum mjög stolt af þeim og gott að sjá hvað þau eru duglega að tala tilfinningar og hugmyndir. Þetta var mjög skemmtilegt spjall og börnin nokkuð sammála sína upplifun. Og það kemur glögglega í ljós að jú, það besta við COVID, það var að fá að vera mikið með mamma og pappa og líka að fá að vera mikið í símanum eða í spjaldtölvu og horfa á sjónvarpið. En það leiðilegasta við COVID, það var að fá ekki að hitta vini sína. Þá bara komumst við að því kjölfarið að samtalið er mikilvægt. Af því hvernig við getum eflt lýðræði barna, ekki bara samtalið á milli okkar fullorðna fólksins, heldur líka bara við börnin auðvitað og þessi vitundavakning og að starfsfólk sjáu tækifærin í því daglega sem við erum að gera með börnunum. Á hvað geta börnin virkilega haft áhrif og spyrja okkur að því hvort að við hlustum. Og eins og Tjarnarsel sagði hérna áðan með að kjósa hvert farið í útinámi eða útikennslu, að þetta líka hlutur sem við höfum verið að skoða eins og okkur. Hver ræður hvert við förum og hvað við gerum í hvert skipti. Þannig að eiga þetta samtal við börnin. Svo það þessi hérna sem við erum svolítið stolt af. Þessu hér sem að þá sem þetta var ein klifugrindin í garðinum okkar ónýtt og við áttum að fá nýja. Og við fengum nokkrar myndir sendar frá bara verktökunum hérna í Reykjavík hugmyndir af klifugrindum sem getur passað á þetta svæði og við áttum að velja, við fullorðna fólkið áttum að velja leikskólastjórinn og aðstoðarleikskólastjórinn. Þannig að en við létum börnin kjósa og komumst að því að í rauninni upplifun barnanna allt önnur þegar að þau hafa haft áhrif á það sem að verið valið í garðinum. Þetta eru klifugrind fyrir þau. Það ekki? Kom bara ekki allt í einu ný klifurgrind. Heldur hafðu þau eitthvað málið að segja. Síðan hérna bara næst síðasta glæran að við höfum unnið að þessum markmiðum að börnin kynnast lýðræðislegum vinnubrögðum, þau læra að mynda sér skoðun, þau læra að tjá skoðun sína. Við reynum að þjálfa börnin í gagnrýninni hugsun, rökhugsun og málamiðlunum. Börnin finna þá getu til aðgerða og að þau hafi áhrif á leikskólann sinn og starfið. Og við komumst að því að þetta kemur ekki inn í starfið að sjálfu sér. Starfsfólk þarf að vera meðvitað og sjá tækifærin. Og síðasta hérna, nokkrar myndir bara úr starfin okkar. Myndin hérna efst til vinstri af verkefnin okkar sem heitir Húsið mitt. Þá förum við í gönguferð heim að húsi hjá hverju barni og ræðum þar bæði heimilisfang, tölustafinn, húsnúmerið og tökum mynd af barninu fyrir framan húsið og þetta finnst mjög skemmtilegt. Hérna erum við að flokka rusl það sem við erum hjá gámunum. Förum reglulega með rusl í gáma, plast og pappír sem þau flokka sjálf. Hérna neðst í vinstra horninu verið að kenna nýjum starfsmannamoltuna sem er bara hluti af okkar daglega starfi. Já, takk fyrir.